Já, hvar skildi ég nú vera stödd? Það er ekki nema að vona þess byrjið. Ég er hérna á Hólum í Dalabyggð í litlum dýragarði hjá þeim mæðgum Rebekku og Kristjánu. Það eru nefnilega fjölmörg dýr sem eru svo lánsum að enda í höndunum á þeim. Í faðminum á þeim held ég mér svo ótt að segja. Til dæmis hann Krummi hérna. Fyrsti talandi krummi á Íslandi ætla ég að geta mér til og við ætlum að hitta Mínu, kind sem að öllu jafna ætti ekki að vera á lífi. Rebekka, við erum að fara að kíkja á hana Mínu. Já. Þetta er kind sem að, hvað, er mér ekki ótt að segja því að við bjargað? Jú. Hún glímir við eitthvað ákveðna fötlun. Já. Og kannski fæstir héldu að hún myndi nokkuð tíma að lifa af. Ég held að margir sem held hún myndi aldrei lifa þetta af. En hún er algjör kraftaverk. Segðu mér aðeins frá því, hvaðan kemur hún? Hún kemur frá bóndabæ hérna í dalina og það var par hérna sem var útlandspar sem tók á móti hana og börn var mjög erfið skilst mig en hún var samt ekki, mömmun var tvílend og hérna út kom Mína. Svona líta hún út. Já. Glæsastelpan okkar. Hæ Mína. Hæ. Já, hæ Hrafn, frækju haus. Svo gátu þau ekki hugsað hana lengur og þá... Hún bjó hjá þessu fólk og þau var að gefa henni pela vegna eins og hausin er á henni. Já. Hún er ekki brotið henni, hún bara fætti svona. Já. En eins og hausin er, þá getur hún ekki ná upp í spennan. Hún getur ekki drukkið. Já, gat ekki nærst. Nei. Já. Svo hún var bara tekin heim sem heimalengur og hún var bara á túnin allt suma hjá þeim. Og svo á haustin þá er þessi par sem bjarga lífið hennar. Þau var að flytja á annan bæ og það var hringt í okkur. Er vitað hvað er að henni? Er þetta hérna, hefur hún farið úr hryggjarlið? Nei, það held ég ekki. Nú þori ég ekki alveg að segja þetta. Nei. Hvað nákvæm, hún bara fættist með þessu. Þetta er bara Mína og svona er hún og svona Mína fættist er bara svona. Já. Og það er auðvitað, ef mann sé hálsinn, málið auðvitað bara hérna. Man finna alveg hálsinn hérna. Þetta er bara hrygginn sem fer hérna niður. Já. Fer hérna niður. Hún er alltaf skakk. Og eftir að hérna, mjólkur tímabilinu lýkur, þar að segja að það er búið að gefa henni pela, að þá bjargar hún sér alveg sjálf núna. Hún er ótrúleg. Hún er bara, við hefum svolítið áhyggju út af því hún var í fjárhúsi hvað hún var. Það var hugsað svo vel hana. Þá var hún með svona spes, svona jötu, svona átti ekki að lyfta upp hausinn og svona. Og við tókum henni upp í fjárhúsi hjá okkur. Það er bara svona óskaplega venjuleg jötur. Hún bara borða, hún drekka, hún hlaupa, hún leika sér. Hún kemur þegar mann kalla. Hún er dásamleg. Hún er bara eins og hver önnur kind hérna í hópnum. Hún er bara eins og hver annar kind. Hvernig er að alast upp á svona bæ, þar sem eru bara dýr út allt og ert þú jafn mikið dýrakona á mamma þín? Já, það er mjög gaman að vera með þeim. Það? Áttu þér eitthvað uppáhaldsdýr? Nei, öll. Ég elsku öll dýrin jafn mikið. Er ekki rétt hjá mér að þú hérna sefur með heimalingin uppi hjá þér, bara í bleiu? Jú. Ég held að þú sért að upplifa draum allra barna, að fá að sofa með dýr uppi hjá þér. Fyrir utan hana Mínu og kindurnar og geiturnar og hvaða dýr eru þið með? Við erum með geitunum, við erum með kindur, við erum með hesta. Við erum með Íslands stærstu svín held ég, hún heita Svenga. Og Svenga mín, hún er eitthvað svona 400 pluss kíló. Við erum með kanínur, nagrísur, kalkúnur, krummi, sem er nokkra svona skrautfugla inni. Eitt stór fiskur sem heita Meri. Svo er við með, hvað meira með? Við erum með hundar, við erum með kornahænur, við erum með kettir, endur, já. Þetta bara hættir aldrei. Ég hef kannski að spyrja hvað þið eru ekki með. Já, nokkra tegundir af hænum. Við erum ekki með reindýr og gíraffinn er ekki komin ennþá. Þið eru ekki bara með eitthvað krumma, þið eru bara með krumma sem lærði sjálfur að tala. Já, að tala, bókstaflega, tala. Segðu mig frá því þegar þú uppgötvaðir að hann byrjaði að tala. Já, það var ekki grín Kristjána mín. Hún býr hérna í húsi hérna fyrir neðan og Kristján ég var inni og bara sjá dýrin, ég var að móka skít og Kristján var að klappa kanínuna og það var dimmt og kallan okkur var ekki heima, maðurinn mín og 2 synir, enginn heima og ég var bara að móka þarna og allt í kúl og þá bara allt í henni svona Mamma! Og ég bara, já ástin mín og hún bara, ég sagði ekki neitt og það var svo smástund að hugsa, oh my god og svo kom aftur, Mamma! Og þá langi ég að hlaupa út. En menna, hún var eftir, svo ég fór ekki. Ég fór. En nei, þá hérna, svo uppgötuðu bara Krummi byrja að tala.
þá var Krummi bara farin að pikka upp orð hjá ykkur. Og við aldrei búin að sest niður og segja mamma, aldrei. Hann bara búin að heyra ykkur vera röflega, mamma. Nákvæmlega, 3 barn. Það ekki, já, nákvæmlega. Mamma, wow, þetta ansi oft á dag. Og ef mann heyra þess að skvísa og segja mamma, reyndu að segja mamma. Mamma. Hann ljóma alveg eins. Mamma! 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 En hann er ótrúlega, hann getur sagt, hann er búin að segja fullt orðum eins og mamma, það er svona meist eðlilega, mamma, Krummi og hæ. Man heyra það alveg rosalega skýrt. Svo hann stundum að segja aðra orð, eins og bara hættu, herðu, og svo bara eitthvað úr útvarpinum. Hann er bara að heyra eitthvað og svo tekandi upp. Getur kennt honum að segja að vestan? Eða segja í þættinum í kvöld? Já. Má ekki bara að vestan. Ég held að hann ná það. Við spjallum við hann á eftir. Krummi! Mamma! Mamma! Krummi! Mamma! Krummi! Segðu mamma! Við fara að rífast. Krummi! Mamma! Ég heita mamma og þú heitir Krummi. Já. Ég heita mamma og þú heitir... Hvað heitir þú? Krummi! Já, Krummi, það er rétt. Krummi!